Hjartanlega velkomin í föstudagsþáttinn. Sólin hækkar á lofti, tíminn tætist áfram, það er komið mars, þetta er allt að hafast. Þátturinn verður að vanda fullur af góðum gestum og til mín er komin Villi vandræðaskáld. Velkomin. Takk fyrir kærlega. Þið vandræðaskáldin eruð að fara að gera eitthvað skemmtilegt í Davíðshúsi á sunnudaginn í tilefni 100 ára afmælis Svartra Fjaðra. Segðu okkur aðeins. Já, sannarlega. Þetta er svona upphafið af afmælisárinu. Það eru 100 ár síðan Svarta Fjaðrir kom út og slógu öll vinsældamenn. Ég held að það sé bara vinsælasta ljóðabók sem hefur komið út á Íslandi. Já. Allavega vinsælasta, fyrsta ljóðabók höfundar. Já, hún var algjör hittari. Við kannski áttum okkur ekki á því hversu mikið fjaðrafólk var. Hann varð í rauninni bara svona poppstjarna yfir nótt, má segja. Fólk læriði ljóðin utan bókar og svaf með bókin undir koddanum og svaka drama og gaman. Getum við reynt að líka þessu við einhvern svona, við reynum að færa þetta til nútímans, hver gæti þetta verið cirka bát svona? Mér dettur helst í hug, einhver sem hefur náð svona sambærilegum vinsældum, það er, einhverju svo Ásgeir Trausti kannski, fyrsta platan hans sló náttúrulega öll met. Sú plata var alveg einmitt. Já, allir hlustuðu á hana. En hún svona, Ásgeir Trausti kannski ekki alveg mikil sérvitringur og Davíð var. Já, hann var svolítið spes. Hann var, já, hann var svona. Kostaði á honum svolítið? Já, heldur betur, Var setti svona sinn svip á bæjarbraginn. Já. En við ætlum að vera í Davíðshúsi á sunnudaginn, 3. mars, núna næsta sunnudag, og þar ætlum við að vera, þetta er svolítið óvenjulegt, það er svolítið pressa á okkur. Ég skil ekki hvernig þið þorið þessu. Nei, við ætlum að vera með vinnustofu frá 1 til 4, sem er bara öllum opin og fólk má koma og þar ætlum við að semja lög við ljóðin hans Davíðs og fólk má koma og panta ákveðin ljóð. Og það getur verið bara ef það á uppáhaldsljóð eða ef það er til lög við ljóð og það er kannski búið að fá algjörlega nóg af laginu. Já, og mætti það panta nýtt lag? Nýtt lag, Það er kannski orðið þreytt og bara kominn tíma að blása nýju lífi í það. Akkúrat. Og við ætlum að verða við því og vera þarna frá 1 til 4 og semja þessi lög. Og svo klukkan 5 þá ætlum við að bætum betur og þá er það tónleikar í Davíðshúsi og við ætlum að flytja afrakstur dagsins. Jesús minn, þetta er alveg sturlað. Þetta er pressa en þetta verður svaka gaman. Já. En það kannski þarf stundum pressu? Já, heldur betur. Það er ekkert hollar en smá pressa. Af því að neyðin kennir nættri konu að spinna? Já, og nöktu tónlistarfólki ef við verðum reyndar í fötum í dag. Einmitt, svo það sé á hreinu. Á hreinu, já. Akkúrat, og þetta er í Davíðshúsi, þetta er nú ekki kannski, þetta er engin tónleikasalur, þetta er bara hús hans Davíðs. Já, það gefur þessu líka ákveðin svona sjarma. Það er náttúrulega takmarkað sæta framboð, af því að fólk bara situr í sófunum og svo bætt í stólum í stofuna en það er einhver andi þarna í húsinu. Við höfum einu sinni spilað þarna áður og það er mjög gott að vera þarna. Ég hef alveg fulla trú á því að andinn kom yfir okkur þegar við þurfum að fara að semja. Það hlýtur bara að vera. En fólk getur komið þarna og þið verðið þá bara sveitt að semja. Þið er ekkert eitthvað að hafa ofan fyrir fólki þannig. Fólk getur bara gegst svona fylgst með ykkur að störfum. Það má sitja og fylgjast með okkur og við spjöllum aðeins. Þið verðið ekki alveg svona bara. Nei. En við verðum aðalega að reyna að semja þetta tónleikaprógram. En svo kannski verður allt crazy og það koma miklu fleiri en þið ráðið við. Þá náttúrulega kannski eigið þið bara lager til að vinna úr eða haldið þið getið orðið við öllu? Það er góð spurning. Maður rennir dálítið blint í sjóinn með hversu mikið maður mun komast yfir. En ég hef alveg fulla trú á því að við komumst nú yfir meiri hlutan af þessu. Veistu hvað voru mörg ljóð til dæmis í þessari fyrstu ljóðabók? Þegar nú getur þetta orðið hvaða ljóð sem er, þetta þarf ekki endilega að vera svörtum fjöður. Nei, svona áherslan verður á svarta fjaðrir en ef það eru, þetta er náttúrulega svoleiðis ógrynni ljóða sem maðurinn samdi að ef það er eitthvað svona þar fyrir utan þá er það bara sjálfsagt. En við ættum kannski að benda fólki á það að kíkja nú í Svartar Fjaðrir, fletta henni, sjá ljóð sem það vill kannski heyra lag eða nýtt lag við og koma svo bara í Davíðshús. Endilega, og ef það á ekki heimangeng, þá getur það sendt á, held ég, minjasafnið.is. Já, það er minjasafnið sem er svona maður með þessu. Já, þau standa fyrir þessu í samvinnu við uppbyggingarsjóð sem að styrkir þetta verkefni. Og árið það verður meira að vera þessu afmælisári. Getur þú sagt okkur eitthvað meira frá því? Já, mér skilst það verði bara heilmikið dýrðir, svona Davíð til heiðurs. Í sumar verður dagskrá í Davíðshúsi eins og hefur enda verið undanfarin
sumur, en svona kannski meiri áhersla á svartarfjaðrir út af þessu afmælisári. Og svo í haust verður stærðarviðburður sem er samstarfsverkefni Minjasafnsins og held ég Menningarfélagsins og fleiri í stóra salnum í Hofi. Já, söngdagskrá einhver. Já, svona í kringum það leyti sem að bókin kom út. Hún kom held ég út í nóvember 1919. Vá. Þannig að það verður mikið dýrðir og nóg að vera fyrir Davíðs áhugamenn. Gaman að þessu. En hvað annað að frétta af vandræðaskáldum? Er eitthvað sem að má gefa upp eða bara nóg að gera? Já, nóg að gera. Við erum rosa mikið í því að aðal uppistaðan í sem við gerum er náttúrulega þetta grín og að skemmta og veislustýra. Beittir textar? Já, þannig að við komum ansi víða við. Þannig að það er búið að vera svona, hvað ég var að segja, það er náttúrulega þorrablóta sísonið var að klárast og nú er það sem kallast árshátíðamánuður að hefjast, mars er mjög gjöfull í því. Þannig að en svo erum við náttúrulega alltaf með svona stærri verkefni á taktinunum. En það bara ekkert svona... Ekkert sem að tímabært að segja frá á þessu stöddu? Tímar koma frá það. Förum ekkert leynt með það þegar það er að kemur. Nei. En þið eru ekki bæði í umskiptingum, leikhópnum hérna? Jú, sem að var að fá stóran styrk til að gera svona barnaævintýraverk. Einmitt, það verður eitt af stærstu verkefnum næsta vetur. Það er alltaf að búa til fjölskyldusýningu sem byggir svona á hinum íslenska þjóðsagnaarfi. Ert þú með puttana í einhverjum svona handritarskrifum þar? Já, ég er það eins og við reyndar hópurinn dálítið mikið saman en svo ætlum við vandræðaskáld að semja tónlist í þá sýningu. Þannig að það verður mjög spennandi líka. Frábært. Að lokum þá bara hvetjum við fólk til að kíkja í Svartarfjaðrir, kíkja í Davíðs hús á sunnudaginn eða hafa samband í gegnum Minjasafnið. Minjasafnið. Já, ef það kemst ekki til að panta lag. Nei, vill endilega fá nýtt lag við eitthvað ljóð. Já. Kærar þakkir fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Takk fyrir mig.